Jarðhitaorka er þegar við notum hita neðan í jörðinni til þess að hita upp hús eða hita eitthvað upp í iðnaði eða öðru eða til þess að búa til rafmagn. Í jarðhitavirkjunum, það eru nokkrar á Íslandi, þá eru boraðar borholur. Þessar borholur eru alltaf 2-3 kílómetra djúpar og upp úr þeim kemur heitt vatn. Vatnið hérna niðri er mörg 100 gráðu heitt, en af því að það er undir svo miklum þrýstingi að þá síður það ekki. Það er leitt upp undir þrýstingi, upp í gegnum pípur að virkjuninni. Inn í virkjuninni er þrýstingnum hleypt af, þá snögg síður vatnið, verður bara hálfgerð gufusprenging, af því að gufa tekur mörgum sinnum meira pláss heldur en vatn. Og þessi rúmmálsaukning er notuð til þess að snúa hjólum til þess að búa til rafmagn. Þetta er svona stutta lýsingin á þessu, þetta er töluvert flókið. En jarðhitaorka er svona á mörkum þess að vera endurnýjanleg orka að því leytinu til að það hefur engin áhrif á hitann hvað við nýtum mikið af henni. Vandamálið er að það er ekki endalaust vatn hérna niðri. Ef við notum á mikið þá klárast vatnið þó að hitinn klárast ekki. Og við getum ekkert notað hitann þarna niðri nema það sé vatn. Þannig að í sumum virkjunum, eins og Hellisheiðarvirkjun, þá er verið að dæla vatninu að einhverju leyti niður aftur til þess að flýta fyrir endurnýjun, því að vatninu hérna niðri endurnýjast eitthvað, en það gerist hægt og það er mjög breytilegt frá einu jarðhitasvæði til annars. En við þurfum að vera meðvituð um þetta, hver eru þolmörk jarðhitasvæða. Hvað megum við taka mikið vatn upp, því að það er mjög breytilegt. Vandamáli með því að dæla niður svona vatn er að það getur valdið jarðskjálftum ef við erum inn á jarðskjálftasvæði, og það er að gerast í kringum Hellisheiðarvirkjun, en þetta eru litlir jarðskjálftar sem að hingað til hafa ekki valdið neinum alvarlegum skaða, en geta verið mjög hvimleiðir og leiðilegir fyrir fólk sem býr svona hvað næst.